Sigvaldi Björn Guðjónsson, hann skilinn eftir heima í Noregi, tekur Óðinn Þór og Teit. Verður að koma óvart það sem að kannski framistæða Teits með íslenska landsliðinu sóknarlega hefur nú kannski ekki verið upp á marga fiska í hægra horninu. Ertu búinn að vera með hann okkur skotæfingum? Nei, ég ekki þjálfandi dagstæðlega, þannig ég hef ekki verið munum á skotæfingum, bara alls ekki, en hann spilar þessa stöðu í sínu liði Gummersbach og í þessu hlutverki kannski sem ég að leitast eftir og ég fór líka bara yfir okkar tölfræði í landsliðinu og fannst kannski fórnarkostnaðurinn ekki vera það stór að velja kannski ekki hreinræktaðan hornarmann hvað það varðar. Og ég hef verið að prófa mig áfram með þetta og hef verið að gæla við þetta og þá kannski með sérstaklega kannski manni eins og Ómar og kannski ykkur leiti Viggo sem kannski þurfa að vera okkar lykilmenn sóknarlega ef við eigum að vera í standi og þá væri þetta leið til þess að geta hvílt þá og eins og... Þú ert að tala að Teitur, þú sér Teit fyrir í bakverði Já, klárlega. Það er unnur hlutverkjan sem er í Gummersbach og ég ætlaði að prófa kannski Silla svolítið í því hlutverki í Þýskalandi og hann verður náttúrulega fyrir því að togna og uppi staði kannski er það svolítið dýrt að fyrir hann að við höfum ekki náð að sjá það, upplifa það og prófa það. En ég skil alveg rökin fyrir því að sem bara hreinræktaðir hornarmenn þá kannski hefur Silli eitthvað vinning en það er alveg eins og vinstra megin, þá er líka einhverju taktískir hlutir sem spila inn í.